Komið nú og fáið að heyra barnasögu. Heyrist í mér? Nei. Þetta var að bjarga mér, Marel. Heyrist betur. Þetta var að fá myndirna þá. Getur við slökkt ljósin hérna uppi? Svona, já. Þetta hún amma og hún heitir Anne. Og svo það hann Pétur og hún Judy sem sitja hjá ömmu sinni. Og þau að biðja hana að segja sögur frá því að hún kom til Ameríku. Og þegar hún kom til Ameríku þá þurfti hún að fara alla leið héðan hægra megin og alla leið yfir til staðar sem heitir Oregon. Þetta var ofsalega langt ferðalag sem að tók 6 mánuði, hugsaðu, 6 mánuði. Og hérna sjáum við vagnin sem að uxarnir drógu. Þeir voru mjóir og djúpir og vatnsþéttir því að það þyrfti að fara yfir svo margar ár. Og þá var vagnin notaður eins og bátur. En svo þurfti maður líka að stoppa og leyfa uxunum að hvíla sig því að vagnin var þungur og fullt af alls konar dóti. Og svo var það eitt sinn að þeir leystu uxana frá vagninum og til þess að þeir getu farið að bíta gras og fengið sér eitthvað að borða. Og þá fóru þeir allt í einu að hlaupa í burtu. Og þau hugsaðu með sér, hvert skyldu þeir vera að fara? Ætli þeir komi nokkuð aftur. En það þannig með nefið á dýrunum að þau finna lykt sem að við finnum ekki. Og uxarnir þeir fundu lykt af vatni og voru orðnir ofboðslega þyrstir. Og reyndar allir í vagninu voru líka mjög þyrstir. Og þegar fólki hljóp á eftir uxunum og allt í einu sá að uxarnir höfðu fundið vatn, að þá urðu allir ofboðslega glaðir og fengu sér að drekka og settu vatn á brúsana sem þeir voru með. En það var auðvelt að fara yfir stóran hluta Bandaríkjanna af því að hann svo sléttur. Hann bara algjörlega flatur, fleiri kílómetra. En svo kom að því að það þurfti að klifra upp í Klettafjöllin og komast yfir Klettafjöllin. Og þau voru mjög há og brött. Og það var lítið vegi, eiginlega ekki neitt. Og þegar að foreldrar hennar Anne, hún var bara 5 ára þegar þetta gerðist, þegar að þau komu efst upp á brúnina, þá dó annar uxinn. Hann bara gafst upp, hann gat ekki meir. Og það var fullt af fólki með þeim á sínum vögnum, en hugsaðu ykkur, það var enginn sem vildi hjálpa þeim. Þannig að
þau voru bara skilin eftir upp á fjallinu. Og kvöldið kom og nóttin og þetta var hátt uppi. Og þannig að það var allt í einu voðalega kalt. Og pabbi vissi ekkert hvað hann átti að gera. Hér sjáum við hitt fólkið sem að fara niður af fjallinu og skilja Önnu og foreldra henni eftir. Og pabbi vissi ekkert hvað hann átti að gera. Hann vakti allt kvöldið og var að hugsa hvað í ósköpunum get ég gert. Og þegar klukkan svona eitthvað 3-4 leytið, þá segir hann við konuna sína: ég held að það eina sem við getum gert að biðja Guð að hjálpa okkur. Og þá krýpur öll fjölskyldan þarna hátt upp í fjallinu og bara biður Guð að hjálpa sér. Og þá það allt í einu að þau heyra hófadyn og það kemur maður ríðandi á hesti og með annan hest með sér. Og hann segir 2 leytið, þá var eins og þrifið í mig og ég vakinn og mér var sagt að koma mér á stað og finna slóðan þar sem að vagnarnir fóru, því að það var einhver þar sem vantaði hjálp. Og sjáu þið til að þetta klukkutíma áður en að pabbinn biður bænina. Áður en að pabbinn biður bænina, þá Guð búinn að svara henni. Svo pabbinn fer með honum og sækir uxann og hann átti langa leið eftir. En bóndinn sagði við hann: þú bara kemur með hann tilbaka þegar þú mátt vera að því. Hann treysti honum algjörlega fyrir því að fá uxann lánaðan. Og hérna koma þau að bænum og fá mat, því að þau áttu lítinn mat og vatn, og fá 1 uxa lánaðan. Og þannig gátu þau haldið áfram ferðinni. Nú ástæðan fyrir því að pabbinn með byssu vegna þess að á leiðinni voru oft höggormar. Og svo komu stundum birnir út úr skóginum og þá þurfti hann að hræða þá í burtu. En af því að Guð svaraði bæn pappa og mömmu og barnanna, að þá kom hjálpin og þau komust á leiðarenda og gátu byggt sér hús og eignast jörð með kúm og kannski kindum, ég veit það ekki, en örugglega einhverjum hestum. Þannig að þegar neyðin mest, krakkar, þá Guð oft nálægastur okkur öllum. Þakka ykkur fyrir. Sögur, jákvæðar sögur og skemmtilegar. Eins og ég sagði áðan, bænin alveg óbúslega mikilvæg. En við skulum syngja eitt sálm, 207, Jesús kallar þreyttir þjáðir, 207.
Bjóðum við bara Björgvin, velkomin. Já, komið að blessa og sæl. Og ég þarf nú ekki að segja ykkur að það okkur hjónum með þetta mikil ánægja að vera með ykkur aftur. Og af því að þið nú örugglega pínlítið forvitin að þá þarf ég að nota stafinn vegna þess að það er búið að taka 2 vöðva úr annarri raskinni, þannig að það er algjört bann við því að flengja mig hér eftir. En áður en við hefjum göngu okkar, langar mig til bara að segja í fáum orðum að við hjónin erum auðvitað ykkur ofboðslega þakklátt fyrir bænir ykkar, fyrir að hringja og senda okkur þessa bók. Hér eru kveðjur frá ykkur og bænir og óskir að allt megi nú ganga vel. Og í raun og veru þá hefur þetta gengið vonum framar. Og ég skal alveg játa það að það var svolítið erfitt að bíða eftir því að fá að vita hvort það hægt væri að fjarlægja æxlið. Því að það eru 2 týpur sem að koma svona í lærin á fólki og önnur týpan er þannig að það er ekkert hægt að gera. Þú bíður bara eftir að það stækki og blási úr sér og svo er það bara búið. En sem betur fer þá var þetta skurðtækt æxli. Þó svo að það hafi verið mjög stórt, það var eins og höfuð á nýfæddu barni, 17,5 centimetri. Þannig að skurðurinn er dálítið langur, hann er 45 centimetrar. Þegar það er sagt að þá get ég líka bætti við að mér líður bara ofboðslega vel og geislameðferðin sem er byrjuð, hún gengur mjög vel. Og ég er svo heppinn að tæki sem er notað á mig er alveg nýtt. Þú sást að á forsíðu Fréttablaðsins í vikunni og þetta er tæki sem er mjög nákvæmt og skilar lygilega góðum árangri og fyrir það er ég náttúrulega mjög þakklátur. Svo langar mig til þess að segja ykkur frá örlitlu atviki án þess að ég sé neitt að lengja þessa frásögn sjúkrahúsdvölina. En sá sem að skar mig heitir Halldór Jónsson og hann er kristinn. Eitt sinn meðan hann var að læra þá þurfti hann að hjálpa bónda í Svíþjóð
og uppskurðurinn tók 12 tíma. Og þetta varð að blaðagrein og þessi læknir, hann sagði við fréttamanninn að hann hefði beðið allan tíman svo að aðgerðin gæti heppnast. Þannig að hann felur á engan hátt þá staðreynd að hann sé kristinn. Daginn eða kvöldið sem hann, kvöldið eftir hann skar mig, þá birtist hann allt í einu við rúmstokkinn hjá mér og ég náttúrulega brá og segi svona við hann: Ertu með vonda fréttir? Nei, segir hann. Ég er með mjög góða fréttir. Og svo rétti hann mér Nýja testamentið. Því að hann er í mótorhjólaklúbb, sæmilega stórum. Það eru mörg merkileg nöfn, þannig að ég sé að telja þau upp. En þetta er Biblía mótorhjólafólksins. Og hann rétti mér þessa Biblíu og óskaði mér allsins besta. Nú ástæðan fyrir því að hann kemur með Biblíuna er að ég er með mína Biblíu á náttborðinu. Hann segir svona við mig: Lestu eitthvað í þessu? Já, sagði ég geri það. Og til þess að svona grobbast af sjálfum mér, þá sagði ég hef meira sér skrifað doktorsritgerð Nýja testamentis fræði og kirkjusögu. Hann er sjálfur doktor í læknavísindum, svo hann veit hvaða tíma það tekur að skrifa svona ritgerðir. En það var ástæðan fyrir því að hann kom með Biblíuna. Þegar ég kvaddi hann nokkrum dögum seinna, þá hnippti hann í mig og sagði við mig: Gleymdu nú ekki bæninni. Vinir, það er ekkert auðvelt fyrir mig að vera að segja frá þessu, því að ég er nú sá sem ég er, svona svolítið tilfinning að vera, en ég vona að þið afsakið það og umberið það. Því að þetta er búið að vera langt og strangt. Það byrjaði í október og hélt svo áfram eftir vetri, og svo fannst þetta æxli fyrir tilviljun, en góðu fréttirnar eru þær að það er farið og ég er í geislameðferð 28 skipti og eins og er engin dreifing neins staðar að finna í líkamanum. Þannig að ég leyfi mér að vera svolítið bjartsýnn.
En þegar ég fékk dóminn, það var ekkert auðvelt að fá dóminn sem var á þá leið að þú ert með krabbamein og þú ert með stórt æxli og við vitum ekki hvort að það er skurðtækt. Ég fór nú ekki að gráta því að ég er svo mikil hetja, en þá kom þessi texti upp í huga mínum. Guð, vertu mér syndugum líksamur. Þetta er nýja þýðingin. Ég held að svo eldri noti orðið náðugur. Þau merkja auðvitað það sama. Og næsta bæn sem fór huga minn er úr Jóhannesarbréfinu, þar sem að Jóhannes segir að ef við höfum syndgað, þá eigum við talsmann hjá Guði sem er friðþæging fyrir syndir okkar. Og þriðja bænin sem ég flutti var bæn ræðingjans á krossinum. Þessar 3 bænir hafa haldið mér gangandi. Og svo er það 2 vísur eftir Hallgrím Pétursson sem ég byrja hvern einasta dag með, fyrir utan að biðja fyrir ykkur sem við Ásta höfum gert á hverjum degi. Ég þakklæti fyrir ykkar bænir. En mér langar aðeins til þess að segja nokkur orð þennan tollheimtu mann sem að fór með þessi 5 orð. Og Jesús segir þegar að hann hefur flutt þessi 5 orð að hann hafi farið réttlátur heim til sín. En við megum ekki gleyma því að tollheimtumaðurinn, hann fer til musterisins til þess að flytja þessa bæn. Og eins og Jóhann las að þá fór sama leyti farisei og þessi tollheimtumaður. Fariseiinn ætlaði að borga sig inn í himininn, en hinn fór með 5 orð og bað náð Guðs og sá fór réttlátur heim til sín. Nú sú staðreynd að hann fór til musterisins segir okkur að hann þekkti þjónustu musterisins. Og í fáum orðum langar mig til þess að rifja hana upp. Við höfum farið yfir þetta áður, en vinir, þegar að ögurstund kemur og maður stendur andspænis hliðum dauðans, þá er það eina hálmstrái sem maður hefur, er trúin á fyrirgefningu Jesú Krists. Hann þekkti þessa þjónustu sem heitir réttlætis þjónusta. Hafandi þegið þessa réttlætis þjónustu fór hann réttlátur heim til sín, og ekki bara heim til sín, heldur heim í Guðs ríki. Við skulum ekki tala þessa grísku bókstafi hér, en það sem að fariseiinn vissi, að öll þjónustan sem innt var af hendi í musturinu, hún var innt af hendi af Jesú Kristi sjálfum. Maðurinn
sem syndari gerði ekki neitt annað en að taka við þjónustunni. Og manninum sem tók við þjónustunni var algjörlega bannað að bæta nokkru við þessa þjónustu eins og hún væri ekki fullkomin. Og þegar að hann kemur inn í forgarðinn, við sjáum út af birtunni ekki nógu vel þessa fallegu mynd af Kristi, þá þekkir tollengdumaðurinn, hann þekkir allar fórnirnar. Hann þekkir syndafórnina sem fyrirgefur óviljandi syndir. Hann þekkir sektarfórnina sem fyrirgefur viljandi syndir. Hann þekkir hina daglegu fórn sem í gangi 24 stundir sólarhringsins og hann þekkir friðþægingarfórnina sem færð á friðþægingadeginu mikla eða á dómsdegi. Allt þetta þekkir hann og í staðinn fyrir að fara með langa bæn þá dregur hann saman alla sína þekkingu í þessi 5 orð. Guð, vertu mér syndugum náðugur. Og ég hef tekið þessa mynd með af því að mér finnst hún segja allt sem segja þarf. Loginn á altarinu minnir okkur á hina svokölluðu loga helvítis. En ef Kristur með okkur á altari fyrirgefningarinnar, þá nær ekki loginn til okkar. Vinir, við þurfum að geyma svona einfalda myndir í huga okkar þegar að dauðinn knýr dyra og annars á hverjum einasta degi. Ég sá þetta fyrir mér á sjúkrahúsinu, hvernig Kristur kom til bjargar strákunum 3 í eldsofninum. Og fyrir fyrirgefningu Jesú Krists gat helvíti ekki eigna sér strákana. Þetta vissi tollarinn. Hann vissi þetta. Og þá höldum við aðeins inn fyrir altarið og komum að þvottakerinu. Og bæn Hallgríms Péturssonar, vertu Guð faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Þetta bænin til Heilags Anda sem getur þvegið okkur í þvottakerinu af öllum óhreinindum. Hann getur þvegið okkur svo rækilega að hann tekur tilfinningalaust steinhjarta úr brjósti okkar og gefur okkur hjarta af holdi sem finnur til, hefur meðaumkun, samúð, umburðarlyndi, tillitssemi, kurteisi og fyrirgefningu. Og þessa bæn bað tollarinn á hverjum einasta degi, vertu Guð faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Hin vísan ekki síður eftir Hallgrím. Nú ég klæddur og kominn á ról. Kristur Jesús veri mitt skjól. Í Guðs óttanum gefst þú mér að gangi í dag svo líki þér. Vinir, þetta sú bæn því miður sem flestir kristnir á þessari jörðu
vilja ekki fara með, af því að ég vil lifa lífinu eins og mér þóknast. En við höldum áfram ferð okkar og komum hér inn í hið heilaga. Og ég hef tekið hérna bara eitt vers með af 8 versum. Og ég hef mörgu sinnum lagt mikla áherslu á þetta vers þegar ég hef verið að flytja Guðs orð. En hér segir, eins og hinir mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, það er að segja Adams, þannig munu hinir mörgu leiddir fram réttlátir fyrir hlýðni hins eina. Vinir, þó við höfum fengið fyrirgefningu syndanna, þó við séum að vinna með heilugum anda, að því að umbreyta persónuleika okkar þannig að hann verði kærleiksríkur, að þá erum við samt ófullkomin. Þess vegna gefur Kristur okkur sitt eigið réttlæti. Og þegar við höfum hlotið fyrirgefninguna, erum byrjuð að vinna með heilugum anda í því að vera góð við hvert annað og fáum réttlæti Krists þar að auki. Já, þá segir Biblían, vinir, að við séum frelsuð. Allt þetta fór í gegnum huga minn á sjúkrahúsinu. Aftur og enn einu sinni og bara allan tíman. En snúum okkur stuttlega að tollaranum. Orðið sem hann notar á grísku er í nafnhætti hilasterion og það þýðir í raun og veru friðþæging. Það er allt í lagi að nota orðið náðugur og líksamur, en hitt orðið er notað friðþæginguna miklu þegar að maðurinn mætir Guði sínum í dómsal himinsins. Og það sem tollarinn gerir er að hann fer framhjá án þess að hunsa altarið í forgarðinum. Hann fer framhjá þvottakerinu, hann fer framhjá reykelsisaltarinu sem talar fyrirbæn Jesú Krist og hvernig Jesú tilreiknar okkur sitt eigið réttlæti, og hann fer með huga sinn alla leið inn í hið allra helgasta. Á sjálfan dómsdaginn er hann mættur. Og hann segir, vertu mér syndugum friðþæging. Hugsið ykkur, á sjálfum dómsdeginum. Og Jesús segir hann fór réttlátur heim. Hann fór heim til sín óaðfinnanlegur, ekki bara í augum manna, heldur í augum Guðs sjálfs. Og mér langar til þess að rifja upp vers sem að ég hef oft vitnað í. En hér sjáum við lögmálskistuna með boðorðunum 10. Og sjáðu hvernig Guð í myndmáli gerir það verkum að við þurfum ekki að óttast þessi boðorð. Því að lokið sem er ofan á kistunni, það heitir
hilasterion, sem skylt orðinu hilaskomai, sem þýddi friðþæging. Lokið ofan á boðorðunum 10 þýðir friðþæging. Og Jesús með blóði sínu og réttlæti sínu, hann getur lokað inni fordæmingu boðorðanna 10. Þannig að þau meira segja viðurkenna að tollheimtumaðurinn sé saklaus. Það búið að friðþægja fyrir hann. Það enga sekt að finna hjá honum. Fyrirgefningin og tilreiknaða réttlæti og endurfæðing andans hefur gert hann að Guðs barni, þannig að hann algjörlega fullkominn í Guðs augum. Og við skulum lesa þessi fögru vers frá Sakaría, sem fjalla friðþægingardaginn mikla. Þá tók engillinn, þar að segja Jesús, til máls og mælti til þeirra stóðu frammi fyrir honum. Færið hann, Jósúa, úr hinum óhreinu klæðum, og síðan sagði hann, Jesús, við Jósúa, og sjáið þessi orðvinir. Og ég get lofað þér því að þau skiptu mig máli á sjúkrahúsinu. Sjá, ég hef burt numið misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúðklæði míns eigins réttlætis. Ég meina það ekki sem hrós eða grobb, en við það að hugsa allt þetta á sjúkrahúsinu, þá eignaðist ég frið. Þó svo að ég vissi ekki hversu marga daga ég ætti eftir. Og ég veit það ekki ennþá. Krabbinn óútreiknanlegur í mörgum tilfellum. En það sem ég hef reynt að deila með ykkur hér í dag, það sem hefur haldið mig gangandi frá því að ég fékk dauðadóminn að ég væri með krabbamein. Ég hef ekkert sem getur mælt með mér annað en þjónustu Jesú Krists. Og við skulum enda á þessum orðum og þýða sögnina hilaskomai með friðþæging. Og muna eftir því að það orðið sem notað þegar að Kristur innsiglir örlög hins kristna manns með sinni friðþægingu á dómsdeginum. Guð, vertu mér syndugum friðþæging. Og Jesús segir, og segðu það aftur og aftur við sjálfan þig, Jesús segir, hann fór réttlátur heim til sín. Ekki vegna þess sem að hann hafi gert, heldur vegna þeirra þjónustu sem hann hafi tekið við og trúað á og tileinka sér. Guð blessi okkur þennan undursamlega boðskap og mætti hann aldrei víkja frá okkur, því að þá erum við á leiðinni heim. Amen.